Óhætt að segja að Akureyri sé í dag nokkurs konar miðstöð málefna norðurslóða. Í háskólanum á Akureyri boðið upp á ýmiss konar nám sem tengist norðurslóðum og á háskólasvæðinu eru starfræktar rannsóknarstofnanir sem mynda Norðurslóðanet Íslands. Nú síðast hefur verið komið á fót heimskautasetri í bænum sem gengur undir nafninu Norðurslóð. Heimskautasetrinu ætlað að hýsa nokkrar sýningar sem allar eiga það sameiginlegt að tengjast norðurslóðum á einn eða annan hátt. Það Arngrímur Jóhannsson, fyrrverandi flugstjóri, sem stendur að baki verkefninu. Já, þegar ég kom til Akureyri eftir ég hætti að vinna, þá langaði við að sjá hvað væri til á Akureyri sem benti á norðurslóðir og það líf sem þar væri. En ég bara fann ekkert. Síðan var það að ég hef verið að safna kortum gegnum árin, frá því ég var siglingafræðingur í gamla daga og á svona vel á annað 1000 kort. Og það er líka gaman að eiga þessi kort ef einhver sérðu. Síðan komst ég í sambandi við afkomendur Vigfúsar Gnándalsfara og þá var komið þarna eitt hjóli viðbót, síðan með náttúrugripina. En nú, þetta hefur svona undið upp á sig allt saman. Og það er orðið að þessu. Þetta hús er 640 fermetrar og er vel nýtt. Og flesti þeirra hluta sem að finna á sýningunum eru í eigu Arngríms. Já, mest af þessu. Eða safnið, fuglunum og dýrunum var, safninu var ánafnað því. Nú er til þess að það eru menn sem eiga til þess víkingaskipin og svo á ég mest af þessu sjálfur og á húsið. Hvernig sér þið fyrir þér hlutverk þessa heimskautamiðstöðvar svona þegar frá líður? Þetta er ekki safn, þetta eru sýningar. Og ég vil vinna til þess að þetta veri óborganlegt fyrir skólana, náttúrugripparnir. Og sagan þarna frá landnámi Íslendinga og þeirra sambandi við grænlendinga. Við komum til með að gefa því svolítið tíma og stað. Landflutningarnir frá Austur-Asíu inn til Kanada-eskimóana og það er 2600 árum fyrir Krist og það er lítið þekkt. Við erum að koma því á pappír og ég bara lít á þetta bara fræðasetur. Þetta er bara víkingaskipin og svo komu skipin eins og áttaringur hérna. Þetta var algengt skip hérna með strendurnar. Og hérna fiskiskip og líka, menn fóru hérna út alltaf á þessu. Þetta hefur verið notað bara til veiða og... Já, notað út allt. Geturðu sagt mér þessu hérna? Hvað erum við að tala hér? Hér er dálítið merkilegur hlutur. Þetta er kort, strandkort, sem við í staðinn fyrir að teikna, þeir gátu það ekki, heldur tóku þeir mjúk tré og teiknuðu eða tálguðu út fjöllin sem við sáum. Og í staðinn fyrir að horfa á þá, þá voru með þetta eins og hann stendur hérna, his got the whole coast in his hand. Hann var með kortið í vasanum og þreifaði á því. Þreifaði á því til þess að finna út? Eins og blindraskrift, já. Þannig er það fyrsta sem veit kortagerð í Grænlandi. Grænland skipar stóran sess í sýningum norðurslóðar og ber þar hvað hæst saga Vigfúsar Sigurðssonar sem fór fyrstur Íslendinga yfir Grænland árið 1912. Við fórum með 20 tonn hérna frá Akureyri á skipinu og vorum með flutninginu fór á hestunum upp á jökulinn og þar byggum við til þetta hús eða við vorum með það í flekum og fórum með það á hestunum upp. Já, þið smíðuðu þessi bara hús á staðnum? Já, það er bara, við kallum við borgir, eða borg. Hvað voru þeir að gera þarna? Bara þetta fyrsta rannsókn sem við gera á veðurfari og jöklinum, bara sem menn hafa gert. Og hérna til þess eitt merkilegt að kælingin er þvílík að þeir eru að grafa hestana á hverju kvöldi. Grófuðu niður og tjölduðu svo yfir. Það hefur tekið tíma? Tók 34 klukkutíma á hverjum degi, bara að grafa hestana. Hérna höfum við hundasliða frá Vestur-Grænlandi og mynd sem gerður fyrir mig til þess að hafa einmitt á þessum stað. Þetta er raunverulegur sliði? Þetta er raunverulegur sliði, allir bundin saman. Allir bundin saman? Það er bara ekki fæst miklu meiri styrkleiki út úr því að Danirnir reyndu að koma með
sleða sem við skrúuðu saman og hann brotnaði bara strax. Þessi gefur eftir þegar ná að gefa eftir. Það hérna alltaf til merkilega, húnamenn komu með þetta og voru búin að splæsa handa mér bremsu. Þetta eru bremsur sem við notum á sleðana. Hvernig bremsa maður með þessu? Þá setjum við þetta bara framfyrir hérna. Það hendur þessu svona. Hérna undir.